daginn og velkomin í Silfrið. Við fáum hér á eftir Óttar Proppé heilbrigðisráðherra, stjórnmálamann sem hefur legið mikið á Óttari og verið legið mikið í honum. Hann hefur kannski ekki alveg átt 7 dagana sæla í pólitíkinni og hann kemur hérna í viðtal á eftir. Svo erum við með merkilega mann, Stefán Jónasson. Hann ritstjóri þess fræga gamla blaðs Lögbergs heimskringlu í Vesturheimi. Við ætlum að ræða við hann meðal annars kanadísk og bandarísk stjórnmál. Þetta maður sem frægur fyrir að vera mælskur og skemmtilegur. En við byrjum hérna á vettvangi dagsins með Páli Magnússyni, alþingismanni nú, Kristni Hrafnssyni, fréttamanni, fjölmiðlamanni, Margréti Tryggvadóttur, rithöfundi, fyrrverandi alþingismanni og Karli Pétri Jónssyni sem aðstoðarmaður velferðarráðherra, aðstoðarmaður Þorsteins Víglundssonar velferðarráðherra. Og við ætlum svona að kíkja á straumar í pólitíkinni. Það er ekkert óbúslega mikið að gerast í pólitíkinni beinlínis í vikunni. Það er svona, en það er margt sem kraumar undir. Það er náttúrulega milli flokkana. Það er þessi fjármálaáætlun sem þingið er að fara að samþykkja núna og þarf að samþykkja áður en Alþingi lýkur. Hún til 5 ára og menn segja að það sé kannski ekki alveg staðið við þau fyrirheit sem var gefið í stjórnarsáttmálum í þessu. Margrét, að byrja á þér kannski. Með þetta, það er svolítið erfitt að átta sig á þessu, því að maður sér ekki alveg heildarmyndina eins og í fjárlögum, en það er þetta kannski ekki ætlað til þess. Það er náttúrulega alltaf gott að gera áætlanir, en mér finnst vanta kannski fjárfestingar í fólki í þessu. Þú veist, við erum að setja í spítalann til dæmis, það er steinsteypa, en það leysir ekki hennar vanda fólksins á gólfinu sem að vinna í heilbrigðiskerfinu. Okkur vantar svo mikið þjónustu í geðheilbrigðiskerfinu og það er svona meira verið að færa kostnað á milli en að setja í raun það fjármagn sem þarf í það sem þarf. En svo, ég meina, við erum ríka auðlindum og við erum ekki að nýta það. Við erum ekki að setja auðlindagjald eða krefjast í að veiðigjalds eins og var gert áður. Þannig að þú veist, það eru sóknarfæri. Við getum fengið miklu meir inn í ríkiskassanum. En maður ekki segja að þessi fjármálaáætlun beri svolítið merkið þess að hún hafi verið samin af embættismönnum en ekki stjórnmálamann. Það sé eiginlega bara kontóristar sem hafa búið þetta til. Já, það er náttúrulega ekki alveg rétt. Nú var ég í þessari vinnu og ásamt fólki í öllum ráðuneytunum og þetta var geysilega mikið átak. Þetta tóku þetta miklu styttri tíma heldur en venjulega vegna þess að ríkisstjórnin tekur við á mjög skrýtnum tíma. Og engu að síður tókst Benedikt að skila þessu á réttum tíma og prýðilegri áætlun. Mér finnst umræðan fjármálaáætlun, hún markast aldrei af því að þetta er tiltölulega nýtt fyrirbæri. Og við erum ennþá að umgangast fjármálaáætlunina eins og við umgangast fjárlög. En þetta eru þetta ekki fjárlög. Og eins og Margrét nefnir að þarna er ekki gert ráð fyrir auðlindagjaldi. Ég meina það er í gangi vinna við að skoða, það er búið að setja nefnd í það að skoða hvernig gjaldtöku í sjávarútvegi verður framvegis háttað. Nú, eftir að fjármálaáætlun kemur, inn í fjármálaáætlun kemur alltaf líka svona eins konar auðlindagjald á ferðaþjónustuna sem nemur 20 milljörðum. Þannig að það er vissulega breytingar í henni frá núverandi ástandi. En manni finnst eins og umræðan hefur þróast hana að margir sem tala hana þeir átta sig til dæmis ekki á því að þetta eru tölur á föstu verðlagi. Það er mjög svona algengt mistök sem fólk gerir. Það lítur, fattar það ekki að þetta eru bara tölur á verðlagi ársins 2017. En í þessari áætlun, það er verið að hækka framlög til heilbrigðismála 15% og ofan þessi 10% sem var hækkað milli 16 og 17. Það verið að hækka framlög til 23% til heilbrigðismála, ofan á 10% sem kom í fyrra. En það er náttúrulega í steypuna? Nei, þetta er alls ekki. Mjög miklu leyti inn í reksturinn. En menn hafa samt talað að þetta sé að þarna sé ekki spýtt í heilbrigðis- og menntamálum og slíku eins og var til dæmis lofað. Hefur þú skoðun á þessu, Kristín? Ég meina, ég hef bara aldrei heyrt að jafn sterkar raddir til og með í heilbrigðismálunum þar sem menn hafa verið að úttala sig þessa áætlun og hvaða áhrif þetta hefur. Og í annan tíma hefði maður ekki heyrt forstjóra Landspítalans, yfirmenn þar sem mættu meðal þess að fund velferðarnefndar og tættu í sig talnagrunninn og það sem að þeir vildu meina væru nú bara rangindi varðandi talnaforsendur.
Landlæknir tjáir sig með mjög þannig að sko þessi þungi undir tótt sem við tala hann sko sannlega til staðar og nú veru sko nú eiginlega stjórnarandstaðan þegar kemur að heilbrigðismálum ekki í þinginu heldur hjá landlækni hjá yfirstjórn Landspítalans og hjá Kára Stefánssoni. Það nú eiginlega stjórnarandstaðan og það menn ekkert að skafa af því og ég hef aldrei heyrt hérna sko forstjóri Landspítalans og landlækni tala á þann hátt eins og þeir að gera í dag. Það ekkert verið að fara í grafgötum það að tala skelfilegt ástand, mannslífi hættu, unnið þetta af heyrt annað eins, bara aldrei. Menn hafa oft kvartað yfir fögn. Já, ég man nú ekki eftir öðru. Ég man ekki eftir því að forstjóri Landspítalans hafi nokkuð tímann talað öðruvísi heldur en núna. Ástandið væri skelfilegt. Já, hann talaði við gerð fjárlaga hérna fyrir áramóta og talaði hann hamfarir og ég veit ekki hvað og hvað. Hann búinn að tala menn verða að gera sig grein fyrir því, menn geta deilt það hversu raunaukningin til dæmis á að vera mikil til heilbrigðismála. En hún yfir 20% á líftíma þessara fjármálaáætlana. Hún hérna á milli 4–5% á ári og þetta ekki litlar tölur. Menn geta haft þá skoðun að það að gefa enn meira í, en þá verða menn líka að sko ef við segjum að við ætlum að forgangsraða í þágu heilbrigðiskerfisins, eins og var nú svo sem yfirlýsing allra þarna á undan, þá verða menn líka hafa kjarkinn til að segja hvar við ætlum ekki að forgangsraða. Því ef þú segist hafa allt í forgangi, þá hefur ekkert í forgangi. Og heilbrigðismálin auðvitað að njóta þess. Það var 10 Ég ætla að hafa ekki verið rétt það bil 10% raunaukning til heilbrigðismála á milli áranna 2016 og 2017. Við þetta eiga svo að bætast yfir 20% á líftíma þessara áætlunar. Merkt að því reyndar í steipuna eins og menn segja. Já, steipuna á Landspítalanum. Eitthvað í steipuna. Ég held líka að við þurfum að horfa hér til ákveðina hluta eins og varðandi Landspítalan og menn töldu þetta eitthvað fordæmalausan málflutning hjá forstjóra hans. Það ekki. Það ekki fordæmi fyrir neinu öðru en svona málflutning. Ekki svona þungundtón, ekki kannast þetta. Ég held að mér þetta ábyrgðist að tala það að menn sko að almenningur sko almenningur tala með skýrum hætti þín fyrir félagi hann Kárin á þarna undirskriftum þar það krafa aukin útgjöld. Já, og það aukin útgjöld. Það það sem ég að segja. Stór aukin útgjöld, hlutfall landsframleiðslu, menn voru með skýrmörk þar og það ekkert verið að fara þangað. Nei, það ekki verið að fara í prósentu. Það ekki til fétið. Af hverju ekki að sinna því þegar meirihluti að gera þessa kröfu með skýrum hætti og þegar að stjórnmálamenn lofa því fyrir kosningar að gera þetta. Já, þeir að gera það. Það það sem ég að segja. Við getum deilt það endalaust hversu langt á að fara. En það sem ég að tala að við erum að tala stöðugan 4–5% aukningu milli ára á öllum líftíma þessarar áætlunar. Ekki tala þetta eins og sé ekkert verið að gera. Sko, við erum náttúrulega fáránlega rík þjóð. Við erum rík á auðlindum en það einhvern veginn renna alltaf í vasann og sömu aðilunum. Sko, það var allt svelt hérna eftir hrunið, allt saman. Og það núna, maður sér það að svona hinir ýmsar stofnunir sko, samfélagsins sem eru ennþá í svelti að skiljanlega þær, fólki bara mikið niður fyrir því að nú allt í einu höfum við þá tilfinningu að það fljóta allt í peningum hérna en það ekki að skila sér til fólksins. Og þetta svolítið, það hættulegt að bregðast við þessu. Ég veit að þetta mjög snúið. Þetta mjög snúið fyrir stjórnvöld að fara ekki í þenslugírinn aftur, nóg samt. En fólki má ekki líða eins og sko, það sé 99% og 1% sé að móka hérna allir burtu. Lykilatriði sem þú ert að segja að við höfum á tilfinninguna hér fljóta allt í peningum. Og vissulega staðan góð í efnahagsmálum. En það samt bara ákveðin mörk sem að ríkið hefur í fjármagni til þess að eyða. Og eins og Páll segir leið og hækkum Landspítalan milljarð, þá þurfum að taka hennar milljarð einhverstaðar annars staðar sko. Og með þetta mjög mikið gagna því ef þeir sem að gagnrýna þessar áherslur getur bara bent þá á þessa milljarða, hvar á að taka þá? Eigum við að segja veiðigjöld? Við erum að tala veiðigjöld. Já, nefnd sem á skila sig 1. desember. Og sko, ég klippti hérna gamni út úr mokkanum, eitthvað sem Agnes Gaman að ykkur lesi henni þá? Já, ég diggur lesandi. Agnes Bragadóttir talar við eitthvað þingmann Sjálfstæðisflokksins sem segir menn ekkert að stressa sig á því, við
komi nefndin með tillögur grundvallarbreytingar þá verða þær einfaldlega stöðvar í þinginu. Þetta nú ekki ýkja flókið. Hvað segir þú um það, Páll? Nafnlaust þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Nefnd sjávarútvegsráðherra geti litlu breytt, litlu trú á nefndina á samstöðu um breytingar. Ef nefndin nær samstöðu um breytingar, þá verður væntanlega samstaða um þær í þinginu og þær ná fram að ganga. Ef menn ná ekki samstöðu um breytingarnar, þá munu þær ekki ná fram að ganga. En þetta verið að tala um veiðigjöld. Ég meina, er einhverja líkur á því að Sjálfstæðisflokkurinn gefi eitthvað færi á hækkuðum veiðigjöldum? Þú kemur sem þingmaður úr næststærsta útgerðarplássi landsins, er það ekki? Mér finnst ekkit útilokað að taka þetta kerfi veiðigjalda til endurskoðunar. Mér finnst þetta kerfi eins og það er núna, bæði hvernig það er lagt á, hvernig þetta er reiknað, það má vel hugsa sér að það sé einhver önnur betri aðferð til að heimta afgjaldið fyrir afnotin af auðlindinni heldur en þessi veiðigjöld. En kannski eru þau bara ágætt og kannski að þá bara hækka. En við erum að tala hækkað, við erum að tala um meiri veiðigjöld. Ég er að segja, það er ekkert útilokað að gera það. Það er alveg, meira fé í heilbrigðiskerfið. Fyrirgefðu? Meira fé í heilbrigðiskerfið ef við leggjum á meiri. Já, það er alveg augljóst mál að ef við leggjum á meiri gjöld, þá höfum við meiri tekjur og þá getum við notað það í eitthvað annað. Sjálfsög. En það þýðir ekkert að nálgast þetta af einhverju fullkomnu ábyrgðarleysi og segja það sé hægt að heimta þetta af ferðaþjónustunni, heimta þetta af sjávarútveginum. Það verður að vera einhver röksemdafærsla á bakvið og útskýring á því með hvaða hætti best er að heimta þetta afgjald og hvernig á að nota það. Og það getur vel verið að þessi menn geta haft svo efasemdir um það, ég og fleiri, hvort að þessi nefnd komist að einhverju því kerfi sem einhvers konar samfélagsleg sátt næstum, og nú ef sáttin næst, þá er það fínt. Þú hefur efasemdir um það? Það er búið að setja þetta er ekki fyrsta nefndin sem hefur verið sett á til þess að ná samfélagslegri sátt hvernig skuli heimta afgjald fyrir auðlindina í sjávarútvegi. Nei. Kannski textinu þetta. En það hefur þeim sem voru á undan tókst þetta ekki? Nei, menn héldu sig vera á sínum tíma, töldu með sig vera að ná sátt um það þegar veiðigjaldið var lagt á. Sumir töldu það á hátt, aðrir á lágt, svo var það lækkað. Þetta er ekki bara spurning um upphæðina, þetta er líka spurning um aðferðina og við hvað á að miða. En sko, það verður náttúrulega þessi sprengja núna í vikunni og þetta er reyndar búið að vera tifandi tímasprengja með HB Granda. HB Grandi fer með sína bolfiskvinnslu af Akranesi. Fyrirtæki var nú einu sinni HB og HB er Akranes, það er ekki Grandi, það er ekki Reykjavík. En þá er þess að viðbrögð sjávarútvegsráðherra, hún fer að tala um veiðigjöld. Það finnst mér reyndar leið mér að staldra þess að greina Morgunblaðið, því hún var bara stór merkileg. Ég les nú ekki Morgunblaðið, Þórir Snær ritstjóri Kjarnans var að deila þessu á Facebook. Það var betra að lesa frumheimildina. Ég fór í hana eftir á og þetta er þessi tilvitnun sem Margrét var að draga hana fram í nafnlausa þingmann Sjálfstæðisflokksins um að það skipti úr Reykjavík, nú var það á Reykjavík, það skipti engum máli hvað þessi nefnd myndi gera ef þetta var að tala um hækkun veiðigjalda, þá verður það bara stoppað. Og niðurstaðan... Stendur það í greinu? Já, það eru tvö kvótum meira sér. Tvö kvóti í þingmenn. Þannig að þetta er megin niðurstaðan. Úti í vondum hópi. Þarna eru þingmenn Sjálfstæðisflokksins að kvart yfir því að þeir eigi bara eitt fulltrúa í nefndinni, þar með bara marklaus, þessi þverrpólitíska nefnd. Þannig að það sem er dregið fram þarna er einfaldlega þetta, þessi nefndarskipan sjávarútvegsráðherra er bara sýndarmennska. Og verður ekkert úr þessu. Þannig að þó að nefndin komast að einhverju sameiginlegri niðurstöðu og þá mun það ekkert endur speglast í þinginu. Það er það sem er dregið fram hérna í málganginni útgerðarinnar í gær, í þessari grein stjórnarblaðamannsins Agnesar Bragadóttur. Er þetta ekki eitthvað sem þarf að óttast, Karl? Nei. Nei, Sjálfstæðismenn segja bara... Ánægði með þetta? Nei. Og Páll hefur efasemdir? Ég meina, þú veist, það er alls konar mál í gangi í þinginu það sem við höfum fengið einstaka þingmenn Sjálfstæðisflokksins hérna í harða andstöðu. Tökum bara jafnlaunafrumvarpið. En nú er Björt Framtíð líka komin á bremsuna þar. Nei. Ekki formaður nefndarinnar búin að segja það mig bara... Hún var dregin á einhver rugl viðtali í Fréttablaðinu sem að Gerum við lítið úr henni, flokkona. Ég er ekkert að gera lítið úr henni. Ég er bara að segja að þarna er Fréttablaðið bara að teikna upp einhverja atburðarás sem er bara ekki í gangi. Og þetta frumvarp fer bara í gegni á þessu þingi. Sjáum til. En þú hefur ekki trú á því sem sagt að Sjálfstæðismenn muni stoppa þetta hjá ykkur? Nei, ég hef enga trú á því. Ég hef bara fulla trú á því að Þorgerður og Páll, Þorsteinn Pálsson muni leiða þetta mál til lykta og koma fram með tillögu sem að
gerir sjávarútveginum kleift að vera samfélagslega ábyrgari heldur en í dag. Og við sjáum þetta upp á Granda, þetta ekki mjög ábyrg aðgerð því á Granda að reka þarna á annað 100 fiskverkakúnur. Og sjávarútvegurinn ekki að axla það ábyrgð sem hann á að axla með því. Og ég veit að í þeim bransa bara gott fólk sem vill leggja sitt til samfélagsins og þetta kerfi sem við erum að vinna eftir núna handónýtt. Ég held að geta allir verið sammála það er verið að leggja veiðigjöld á eftir á og þau leggjast illa ofan á fyrirtækin og í einhvern takti við rekstri þeirra og það hægt að gera miklu betur. Og ég bara trúi því að komi eitthvað gott út úr þessari nefnd og hvort það fljúgi í gegnum þingið eða hvort að það krefist einhverjar lagni að koma þær í gegn, það kemur í ljós. Hvað með þessa uppákomu í HB Granda? Þetta náttúrulega sagan endalausa. Þetta er bara saga sem gerast aftur og aftur og aftur og gerast út allt land að fyrirtækin færa kvótann. Eftir standa byggðir, Akranir er náttúrulega kannski betur sett en marga byggðir til dæmis eins og Vestfjörðin sem hafa lent í þessu. Því að þar geta menn sótt vinnu annað. En þetta er náttúrulega bara eitthvað sem á ekki að líðast og ég held að séu allir í raun geti viðurkennt að það er löngu búið að finna á þessu lausnir. Við bara krefjast þess að fá fullt gjald fyrir auðlindina og setja kvótann á markan og svæðisbinda það einhvern veginn. Þannig að það sé hægt að gera það þannig. Ég heldur reyndar að það sé ekki góð hugmynd, en það eru tvö mjög stór sjónarmið sem að togast þarna á. Það annars vegar það sjónarmið að reka sjávarútveginn með sem hagkvæmstum hætti. Og það sjónarmið hefur verið að sjálfsögðu þjóna þjóðinni mjög vel í gegnum tímann. Bara þessum 30 árum sem við höfum verið með kvótakerfi þá höfum við farið úr því að vera með sjávarútveg sem er raunverulega ölmusumaður á þjóðinni og þiggur ríkisstyrki í formi gengisfellinga sem við munum öll sem sitjum hérna yfir í það að vera bara gífurlega vel rekinn sjávarútvegur. Og það hefði náttúrulega ekki gerst ef menn hefði verið bundnir af þeim tálmunum sem margir að leggja til. En á móti kemur að tapi það lendir að fólkinu sem getur ekki sett húsið sín og missi vinnuna sín. Hitt sjónarmið. Minn á það að Sandgerði var á vonarvöl fyrir bara fáum árum og í dag ekki hægt að kaupa hús í Sandgerði. Já, en það, þú veist, á Þingeyri eða eitthvað staðar, ég meina, fólk ekki bættar þar. Það er í Páli aðeins. Það er tapískerfi líka. Menn er að panna þess að byggðafestu, og það er bara í sér stjórnarskráni, það er byggðafestu ákvæði. Nei, ekki stjórnarskráni, þetta er ekki komið stjórnarskrá, lögum fiskveiðar. Við þurfum endilega að komast inn í stjórnarskrá. Nú verða menn að, nefnilega menn megi ekki rugla saman hugtökum og efnisþáttum. Þessi staða upp á Granda hefur auðvitað ekkert með veiðigjaldið að gera. Þetta hefur með þann partinn af fiskveiðistjórnarkerfinu að gera sem snýr að byggðafestu. Andi lagana og ákvæðið í fiskveiðistjórnarlögunum sem lítur og laut að forkaupsrétti sveitarfélaga, Hæstiréttur hafnaði því. Það var frægt dæmi í Vestmannaeyjum fyrir 2 árum, þá var látið reyna á byggðafestu ákvæðið í fiskveiðistjórnarlögunum og það hélt ekki. Þess vegna hef ég sagt af þessu tilefni varðandi það sem hefur gerst upp á Skaga, að stjórnvöld þurfa að svara þeirri spurningu, ætla þau að hafa þetta byggðafestu ákvæði með þeim hætti í lögunum, að þetta haldi fyrir dómstólum, sem það gerir ekki. Forkaupsrétturinn heldur ekki. Ætlum við að búa þannig hnútana að forkaupsrétturinn verði til staðar eða ætlum við að láta skeika að sköpuðu? Ætlum við með öðrum orðum að setja akkeri á veiðiheimildirnar, á aflaheimildirnar, þannig að þær renni ekki viðstöðulaust úr einu byggðarlagi í annað, eða ætlum við bara að sleppa því? Þetta akkeri sem við héldum að við höfðum er ekki fyrir hendi. Þannig að við þurfum að svara því, ætlum við að koma því fyrir eða ekki. Þú myndir vilja styrkja þetta ákvæði? Ég myndi vilja styrkja þetta ákvæði. Það er andi lagana, það var vilji löggjafans og við þurfum þá að fara í gegnum það aftur. Er það ennþá vilji löggjafans að láta þessa byggðafestu vera í gildi, vera virka og þá þurfum við að breyta lögunum til þess að svo megi verða. Já, það er guðaðu gott að vita en ég minna þegar þessi landauðina og byggðar auðnastefna sem að einhvern veginn með vera fyrst varið við núna þegar það er komin í faxaflóan sko. En bara bottolan í þessu máli það verður að fást einhver sátt í samfélaginu þessi mál og þarna er þjóðarviljinn algjörlega skýr varðandi gjaldtöku fyrir auðlindina. Það er alveg skýrt. Þetta eru eilíða mál sem við þurfum að delja. Við höfum þjóðaratkvæðagreiðslu um það.
og sjávarútvegsmálin varði greiðslu fyrir kvótann. Leysum þetta einhvern tíma. Þetta er svo Við erum alltaf leiðilegt. í þessu sama. Þjóðin veit alveg hvað hún vill. Já. Maður tala alveg skýrt um það. Ef við fara aðeins út í samgöngumálum, ég langar að nefna þau, sko, það er eiginlega þrennt, eða sko, já, þrennt sem mér langar svona að koma að og það er annars vegar, það eru Vaðlaheiðargöngin, sem eru, það er nú búið að bora í gegn þar og þetta verða fín göng og þetta verður mikið samgöngubót, en ríkið þarf að fara að taka á sig ansi miklar skuldbindingar út af þessu og þetta er ekki staðins í þessari framkvæmd og svo ætla ég kannski að læða þannig veggjöldunum og svo samgöngum til Vestmannaeyja þannig að Palli þetta ég skrifaði fréttaskýringu daginn sem að allir miklu pirringi fyrir norðan í norðaustu kjördæmi lýsti því kjördæmabóti sem að þarna hefði átt sér stað og fölsun á upplýsingum. Þetta er náttúrulega makalaus framkvæmd og kannski ekki einsdæmi, ég meina íslensku framkvæmdasögu, en það lá alltaf fyrir. Í fyrsta lagi, þetta er ekki einkaframkvæmd. Ríkissamgönguráðsjóður sagði það 2012, alveg með skýrum hætti. Þetta gat aldrei gengið upp með talnalega forsendur. Menn voru bara í Excel-skjali að búa til eitthvað en þetta gat mögulega gengið upp en það voru bara bulltölur. Nú er þetta allt saman staðfest. Það fór ekkert voðalega mikið fyrir því núna á föstudaginn. Þá var ný skýrsla Ríkissamgönguráðsjóðs kynnt, varðandi aukna fjárveitingar um 4,7 milljarða og það segir bara skýrum hætti, þetta mun aldrei ganga upp. Þetta er komið í fangið á ríkinu. Eina sem hægt er að gera núna er að til þess að minnka skaðann er að ríkið bara taki þetta, láni alla framkvæmdina til næstu 30 ára, munum vantilega ekki duga til því að vantilega myndi aldrei skila sig á 30 árum. Þannig að bara viðurkenna þetta, henda út þessu einkafyrirtæki og þessu hlutum sem koma inn sem einhverju leppar og til þess að leppa hugmyndunum einkaframkvæmd á sínum tíma, KEA og Samherji og fleiri og bara horfast augu við staðreyndir. Þetta var pínt í gegn á sínum tíma á pólitísku forsendum og kjördæmabóts og það hlálega náttúrulega þetta að þarna voru sjálfstætt með flestir á móti þessu nema Kristján Þór og Tryggvi Herbertsson það voru norðaustu kjördæmi. Þetta var mjög kjördæmabundið. Þetta var bara kjördæmi. Og þeir voru harðir í þessu Steingrímur Jósefsson og Kristján Möller og nokkuð. Þeir sem eiga þessa framkvæmd og það var mjög fyndið að sjá þá vera hérna í gölvunum sínum með valið að ganga hattana að sprengja hérna gegn síðasta haftið Steingrímur Jósefsson og Kristján Möller. Þeir eiga þetta nú mestalega skuldlaust með aðstoð hinna þingmanna kjördæmisins. Þeir eru hvor sínum megin við göngin. Já, og nú er það hlutskipti sjálfstæðismanna og stjórnarflokkana að skera úr snörunni, henda 5 milljörðum í viðbót sem er ekkert í stað dugir til, þegar komið 44% fram ráðallun sem er vanáætlað og þannig að taka þátt í glæpnum sem þessi börn eru. Þetta er bara svona. Þetta er bara, ég held að þetta sé bara mjög fín greining. Þetta er það sem hefur blasað við manni frá því að þetta mál kom på yfirborðið. Þetta er náttúrulega einhver göng sem voru lengst neðst á listanum yfir það sem þarf í landinu. Vegur Akureyri þetta er því að göngin komið þetta verður á frábær samgöngubót stýttir vegaksturinn um 9 mínútur 17 kilometrar. Sko, ég held að sé ekkert orðum aukið, ég hef verið þeirra skoðuna lengi, alveg frá því þetta var gert, að Vaðlaheiðargöngin eru sennilega vitlausasta framkvæmd í samgöngumálum sem hefur, nei, hún er það ekki. Því að það er nefnilega eðlismunur á þessu tvennu, sko. Og svo vil nú benda á það því þú nefnir þetta í samhenginu, þá er bara viðbótin við Vaðlaheiðargöngin núna, þessi tæpu 5 milljarðar, eru miklu hærri upphæð heldur en sko höfnin kostaði, Landeyjahöfn. Og annars vegar er þetta að tala þægindaraukan af því að þurfi ekki að ryðja Víkurskarð í þessi 4-6 skiptu ári sem þurfti að gera það og hins vegar að því að stytta leiðina milli Akureyrar og Húsavíkur um 9 mínútur, eins og Kristinn segir. Þessi framkvæmd, hún fer sennilega langleiðina í því að fara í 20 milljarða. Það breytir hins vegar ekki í því að það eina rétta úr því sem komið það er búið að eyða í hana 15 til 18 milljörðum nú þegar og auðvitað verður að ljúka henni og hún verður ágæti samgöngubót þegar hún er komin og þá verður hún farin að slaga upp í 20 milljarða. En ég held líka að þessi eina leiðin að vera ekkert að blekja, ég er sammála Kristni, aldrei svo vant, að það sé að það sé borgið sé til lítils að vera að reyna að blekja sig með það að ríkið mun enda með Vaðlaheiðargöngin í fanginu. Hún er komið í fanginu. Og er með þau í fanginu, þannig að það er ekkert
Það ekkert undan því vikist, en auðvitað verðum við að ljúka þessu. Ljúka þessu og læra á þessu og bara, þú veist, förum ekki í svona vitlaus aftur. Menn eru ennþá að halda því á lofti þessi einkaframkvæmd. Já, og þetta sé rosa, og hérna Steingrímur var að tala um þetta myndi borga sig og allt það. Steingrímur Sigfússon talaði bara þú veist, náttúrulega talaði börnin sem í lífshættu út af þessu ófærð tvisvar á ári. Talandi einkaframkvæmdir, þá eru menn núna að tala og samgönguráðherra mikilli alvöru að fara að byggja vegi hérna aðeins kringum höfuðborgarsvæðið með veggjöldum. Og veggjöld eru þá líklega, Hvalfjarðargöngin voru byggð með veggjöldum, það var einkaframkvæmd, það er einkaframkvæmd í raun og veru. Eru þið sammála þessari aðferð? Fullkomlega sammála. Þú sammála því? Algjörlega. Bara þeir sem að keyra að borga, það er bara... Já. Og þú er sammála þessu líka? Já, ég er sammála því vegna þess að ef það er eitthvað staður og við höfum bara dæmin fyrir okkur í allri Evrópu. Því Vestmannaeyjum þurfum að borga til að fara í ferjuna. Við þurfum að borga, sko, hver fjölskylda í Vestmannaeyjum þarf að borga 400.000 á ári áður en hún kemst inn á vegakerfi. Það er nú vegagjaldið sem sko Eyjamenn er að borga. Áður en þeir komast inn á vegina. En sko, ef það er eitthvað staðar þar sem þetta hefur tekist vel, svona sambland af einkaframkvæmd og ríki, að þá er það einmitt í samgöngumálum. Við höfum sjálf dæmin Hvalfjarðargöngin. Út alla Evrópu er þetta fyrirkomulag að gera þetta svona. Og ég held, og ég tek alveg undir það með samgönguráðherra, að ef við ætlum að gera þessar nauðsynlegu samgöngubætur sem við þurfum að gera, ekki síst vegna þess að það er að koma hérna yfir 2 milljónir ferðamanna núna hverju ári, við munum ekki gera þetta beint af fjárlögum. Því að það verður þá meðal annars tekið frá heilbrigðiskerfinu sem við vorum að tala um hérna áðan. Og þetta eru gríðarlegir fjármunir sem fara í þetta. Og eina leiðin til að við gerum þetta með þeim hætti sem við erum að tala um að sé eiginlega ekki bara æskilegur heldur nauðsynlegur, þá verðum við að gera þetta svona. En byrju sko, þeir keyra sem borgar sig, ég er alveg sammála því, þannig á að vera. En það er bara þannig að þeir sem hafa verið að borga í gegnum bensíngjald og gegnum markatekjustofna sem aldrei hafa skilað sér í vegakerfið, nema takmörkuðu leyti, það er bara svik. Þannig að þeir keyra sem borga, á að vera stefnan, já, en hvað er þetta? 70 milljarða af mörkuðum tekjustofnum sem átt að fara í þessu uppbyggingu. Það er bara ekki rétt sko að bensíngjaldið dugir ekki einu sinni til að viðhalda vegakerfi landsmanna. Við erum með svo gríðarlegt vegakerfi. Finnst þér þetta góð hugmynd? Mér finnst þetta ekki góð hugmynd og þetta var nú verið fóðrað svolítið þannig að þetta sé nú bara skattur í höfuðborgarbúa og þeir hafa það hvað sem er svo gott en fólk á landsbyggðinni líka að sækja. Ég hef aldrei heyrt þessa rök um það. Mér finnst þetta ekki góð hugmynd. Við erum með gjaldtöku í gegnum bara einmitt bifreiðaskatta og bensíngjaldi og allt það og þá bara standa undir þessu. Mér finnst ekki að skipta máli hvaða vegi við erum að keyra, hvað við borgum. Bara frekar hvað við keyrum mikið. Það má ekki gleyma því að það er að verða orkuskipti í samgöngum sko, sem að gera það að verkum að þeir sem eru að keyra rafmagnsbíla keyra þá bara ókeypis á vegunum. Já, það verður örugglega eitthvað gjaldfundið. Við ætlum að, ég held ég sé komin yfir þetta, ég ætlaði að nefna hérna örstuð, Ólafur Ólafsson er að koma fyrir þingnefnd í vikunni, er það ekki? Jú, er það ekki bara í vikunni sem er að byrja á morgun? Já, opinn fundur fyrir öllu. Allra augum. Eða er þetta ekki bara fjölmennfundur? Já, bara brotið blað í sögunni að sakamenn fá að koma fyrir þingnefnd til þess að réttlega stöðu sína. Vonandi fá aðrir að gera það. Hann hefur náttúrulega ekki stöðu sakamanns í þessu máli. Ekki þessu máli. Nei, það er ekki. En vonandi mun nefndir bara grillan og fá þá bara skýrsvör sem að vantar ennþá. Já. Já, ég held að þetta verði athyglisvert. Ég man ekki betur en hann hafi hafnað því á sínum tíma að koma fyrir rannsóknarnefndina og núna segist hann hafa nýjar upplýsingar í málinu sem ekki lágu þá fyrir það að rannsóknarnefndin var að vinna. Það verður athyglisvert að horfa á það því að þetta er líka svona, þetta er ákveðið svona brotið blað eins og Kristján segir að þetta er svona, við höfum séð þetta frá útlöndum þar sem hérna menn koma fyrir rannsóknarnefndir eða fyrir þingnefndir öllu heldur til þess að svara fyrir sín mál. Og já, allir þetta verður ekki bara áhugavert að horfa. Meira áhorfin á Eurovision hjálpir. Er þetta ekki bara fundur sem er opinn fyrir fréttamönnum? Þetta er ekki í beinni útsendingu það? Er það ekki? Á ekki að senda hann út? Ég þór ekki að fara með það. Það getur alveg verið. Nei, það eru tvenns konar opnir fundir. Annars vegar bara fyrir fréttamenn og svo í beinni útsendingu. Já, ég er reyndar ekki alveg viss hvað. Það verður flóðina, ég kann ekki segja frá því. Og svo í lokin, þá ætla ég að nefna, nú er þetta orðið mjög hröðyfirferðin. Það er þetta stærsta fréttamál vikunnar er Bandaríkin, þar sem allt leikur og reiðiskjálfi. Trump er búinn að reka forstjóra FBI og allt mótsagnakent í skýringunum á því. Þetta er náttúrulega allt því furðulegasta mál, það sem er að gera þarna vestra. Ég hef mestar ágjörð því, það er að koma ný serí af House of Cards núna í lok mánaðarins. Ég er bara hræddur að það verði bara svo
stöf með það sem raunverulega gerist. Það var eiginlega orðið svoleiðis í kosningabortunni, sko. Það var eiginlega búið að eyðileggja svona sjónvarpsþætti fyrir manni. Já, þetta er búið ótrúlega fassi. Það er útilokað að skálda upp svona bulli, sko. Já. Wikileaks sem að þú hefur tengst er búið að bjóða $100,000 í laun fyrir að koma með upptökurnar á samtölum Trumps og Conways. Hann hefur gert í stríðinu, en ég menna það er náttúrulega makalust þegar í tísti að forsetinn er að hóta brottrekna eða terminated, hvað er þetta, tortímta forstjóra alríkislögreglunar að hann skulle hafa sig hægan og ekki lekaninu því að það gæti verið til einhverju upptaka. Og endilega koma þessu upptöku. Þetta er alveg makalus fassi og að fylgjast með blaðafulltrúa Hvíta hússins Spicer og vinkonunni Kellyanne Conway er betra en stuff en Saturday Night Live. Þetta er náttúrulega svakalegt og það er að eiga við þegar einhvern veginn fólk, þetta er hópur fólki, þar sem sannleikur bara skiptir einhver máli og það er svo erfitt að eiga við þetta og einhvern veginn búa samfélagsmiðlarnir til einhverja bergmálsklefa sem er svo erfitt að brjótast út úr. Og eiginlega ég er alveg bara ráðalaus í þessu. Þú veist, hvað getum við gert? Þetta gengur ekki. Páll? Nei, ég hef svo sem ekki miklu við þetta bæta. Þetta er auðvitað með hreinum ólíkindum og maður hefði aldrei trúað því að vera að horfa á amerísk stjórnmál eða bandarísk stjórnmál og stjórnsýslu með þessum hætti að þetta skuli geta gerst svona. Það sem þetta virðist vera svona, ég meina allur þessi losaragangur, staðhæfingar fram og tilbaka, ósannindi, allir embættismenn forsetans gengu fram fyrir skjöldu og sögðu að FBI maðurinn hefði verið rekinn af einhverju tiltekinni ástæðu. Sem forseti kemur síðan að segja að sé alrangt hjá hans eigin mönnum. Þetta hafi alls ekki verið því. Hann er fyrir löngu búin að ákveða rekan og af allt öðrum ástæðum heldur en þeir tiltóku. Þetta er að horfa upp á þetta þarna í Hvíta húsinu og í kringum það er auðvitað fyrir utan og ofan það sem maður hélt að nokkuð tíma gæti orðið. Þetta er fassi. Mikill fasi. Og kannski harmskoplegur á sinn hátt. En þú hefur ekki minnst hérna á Eurovision. Tímur er búinn. Ég bara skjóti að, ég las Guardian í morgun og þeir Bretar hafa náttúrulega óðbúðslega gaman því að hæðast að þessari lægsta samnefnara í menningu Evrópuþjóðanna og fyrirsögnin í Guardian, eða fyrsta setningi var óvænt niðurstaða Eurovision, sæmlegt lag sigraði. Þetta var hugnamstund þegar þau voru saman á sviðinu þetta systkini. Og þau voru í venjulegum fötum. Þau voru bara venjulegum fólk í venjulegum fötum. Það var ánægilegt. Takk ykkur fyrir að vera hérna með mér, Óttar Proppé heilbrigðisráðherra hérna rétt á eftir. Hingað er kominn Óttar Proppé heilbrigðisráðherra. Sæll vertu Óttar, þetta er nú yfirgripsmikið mál þessi heilbrigðismál og flókin og auðvelt að týna sér í smáatriðum, en við ætlum að reyna að tala um þér hérna næstu mínúturnar. Sko, þú ert náttúrulega ráðherra, kannski sá ráðherra sem hefur lent í svona erfiðustu málum síðan ríkisstjórnin tók við og sætt mikilli gagnrýni. Sumir samherjar þínir hafa verið að yfirgefa þig, stjórnarandstaðan eiginlega held ég bara megi segja hamast í þér og mér langar svolítið að spyrja bara og að biðja mig að segja mér svolítið örstuð þegar þú tekur við heilbrigðisráðuneytinu, hvaða sýn hefur þú á það sem þú vilt gera annað en að vera bara það maður sem dettur eiginlega óvart inn í ráðuneyti svona óforvarandis? Já, sko ég hef nú ekki alveg verið að sammála þessari söguskoðun þinni að þetta hafi allt verið einhver endalaust slagsmál vegna þess að sko heilbrigðismálin eru lykilmál í hugum kjósenda voru það fyrir kosningar, voru lykilatriði í kosningunum og þess vegna lögðum við áherslu á það í Bjartri framtíð og ég að fá heilbrigðismálin og vinna í heilbrigðismálum að væri formaður í stjórnarflokki sem að væri í heilbrigðismálum. Þú sóttir sem þetta að fá ráðunni? Já, sóttist eftir því. Og það er náttúrulega vegna þess að ég deili þessari sýn með almenningi sem hefur komið fram margoft og að þetta eigi að vera forgangsmál, heilbrigðismálin hafi verið svelt, hafi verið í ólagi, að við séum með óskýra stefnu í því hvernig við byggjum upp heilbrigðiskerfið,
með veika heilsugæslu og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að mín sýn að styrkja þetta kerfi og styrkja svona heildstætt, styrkja kerfið frá, ef að kalla það frá vöggu til grafar eða frá heilsugæslu og alveg til sjúkrahúsa. En ertu að fá einhvern stuðning í ríkisstjórninni við að gera þetta? Manni finnst stundum eins og þú afsakar að ég skuli segja þetta, manni finnst stundum eins og að þú miðað til þessi ríkisfjármála áætlunina og að þú sést bara eins og þú hafi verið plataður inn í þetta. Ég finnst það mjög undarleg upplifun vegna þess að heilbrigðismálin eru í meiri forgangi heldur en nokkur annar málaflokkur í fjármálaáætluninni. Við erum með það bil 10% raunhækkun á útgjöldum til heilbrigðismála núna í ár frá því í fyrra, 2017 frá 2016. Við erum að halda þessu og síðan erum við að byggja ofan á þetta rúmlega 20% aukningu í fjármálaáætlun á næstu árum. Við erum að fjármagna uppbyggingu á nýjum Landspítala sem sennilega stærsta verkefni í heilbrigðismálum og ekki tekið út fyrir sviga þetta stór hluti af því að skýra og styrkja heilbrigðiskerfið á þessum tíma. Þannig að ég En það tekur náttúrulega langan tíma að byggja spítala og meðan kerfið í uppnámi og fólkið fær ekki þá þjónustu. Og við þurfum að gera hvort tveggja í einu, ég alveg sammála því. En þannig að ég vil ekki vera sammála því að heilbrigðismálin séu ekki í forgangi. En ég get hins vegar alveg tekið undir það að maður getur alltaf notað meira fjármagn. En segðu mér, þessi gagnrýni landlæknis sem manni finnst vera dálítið og það maður kannski summaði upp með það að við erum með opinbert kerfi sem er á föstum fjárlögum og kannski í nokkru svelti og síðan eru við með einkastofulæknana sem eru í uppmælingu eins og það var kallað hjá iðnaðarmönnunum í gamla daga, þeir geta bara haldið áfram og kostnaður við einkastofureksturinn eykst alltaf en það er þrengt á opinbera kerfinu. Þetta er það sem að landlæknir er að tala um og hann segir beinlega að þetta ógni öryggi sjúklinga. Já, ég get tekið undir með landlækni að þetta sé óskipulagt kerfi og ég held að við höfum haft til einhverja áratuga þá hefur vantað dálítið sýn á það hvernig við viljum byggja upp heilbrigðiskerfið hérna og það að vera með öðruvísi fjármögnun á opinbera kerfinu, á opinbera sjúkrahúsunum og síðan á stofum og rekstri lækna. Það er náttúrulega ekki gott og það hefur gert að verkum að styrkurinn í kerfinu hefur færst. Við höfum til dæmis séð að heilsugæslan, hún hefur virkilega látið undan síðustu áratugi og sérstaklega síðustu 10 árin. Hún er náttúrulega bara alveg í ferlega vondu ástandi. Já, góðu fréttirnar eru þó að það er búið að taka dálítið til. Núna áramótin þá tók í gildi nýtt fjármögnunarkerfi fyrir heilsugæsluna á höfuðborgarsvæðinu og við erum strax að sjá að framleiðin eins og það heitir, fjöldi heimsókna og svo framvegis að aukast. Þannig að kerfið að styrkjast aftur og það verið settir talsverðir fjármunir strax núna í ár og áfram í fjármálaáætlun til þess að styrkja einmitt heilsugæsluna. Og eitt af því sem er svona lykilatriði sem við setjum fram í fjármálaáætlun að það er að tölur sýna núna að bráðamóttaka Landspítalans að 20% af sjúklingur sem þangað kemur hefði geta fengið laust sinna mála í heilsugæslunni. Þannig að við stefnum að því á tímabilinu að byggja þannig upp að þetta hlutfall lækki niður í 10% sem er nú kannski ekkert ofsalega metnaðarfullt en samt það er stórt átak. Þannig að ég held að hluti að vanda heilbrigðiskerfisins að við erum að leita á vitlausa staði. Einstaklingunum veit jafnvel ekki hvert hann á að leita. Nei. Og við erum oft að fá þjónustu á röngum stað og á allt of dýrum stað. Við erum með hátækni sjúkrahús sem er tróðfullt af öldruðum sem eiga við veikindi að stríða en þurfa ekki að vera inn á hátækni sjúkrahúsi en komast ekki burt. Þannig að það er allt þetta flæði í kerfinu sem að við þurfum að byggja upp og við þurfum dálítið að setja stefnu og það er vinna sem ég er búin að setja af stað í ráðuneytinu og það er að setja heilsaða stefnu fyrir allt heila klart. En nú ertu með í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum og Sjálfstæðisflokkurinn allavega stórhlutans trúir beinlínis á einkavæðingu í heilbrigðiskerfinu og aukna einkavæðingu. Reyndar þetta er svo óljós, við erum annars vegar með einkareksturinn og svo værum við með hreina einkavæðingu og þá aðilar sem beinlínis væri að borga sér út arð úr heilbrigðiskerfinu. Þar erum við komið með síðan einkastofur eins og klínikin og maður sér ekki betur en einkastofur eins og klínikin ætli sér og það er nú kannski svolítið samræmi með það sem landlæknir að segja og forstjóri Landspítalans einhvern veginn að fleyta rjóman af kerfinu.
Já, það ákveðin hætta auðvitað og ég vil nú ekki taka undir það að Sjálfstæðisflokkurinn sé einhvern veginn sem einhvers konar apparat að berjast fyrir því vegna þess að við byggjum auðvitað stjórnarsamstarfið á stjórnarsáttmála. En ef þú sveltir kerfið, þá hrekst þetta út í einkapraxísinn og það virðist vera það sem hefur verið að gerast. Það hefur verið að gerast síðustu áratugina. Það hefur verið að gerast síðustu áratugina og ég nú reyndar ekki, ég leyfi mér að segja að sumuleyti sé það kannski ekki endilega eitthvað rosalegt plott í bakherbergjum, heldur hafi það gerst vegna stefnuleysis frekar. Og það ekki stefna þessari ríkisstjórnar að einkavæða eða stór auka einkarekstur í heilbrigðiskerfinu, alls ekki. Bara svo það sé sagt, því að því hefur gjarnan verið haldið fram. Hins vegar að þá til dæmis eins og þegar kemur að einkasjúkrahúsum og nú erum við ekki bara að tala klínikina sem hefur verið mjög hátt í umræðinni, heldur líka til dæmis fyrir eitthvað árið þegar stóð til að byggja risastórt einkasjúkrahús í Mosfellsbæ, að þá kemur í ljós að lögin, lagaumgjörðin það hvernig tekin ákvörðun það hvort þetta sé leyfilegt eða fái leyfi og svo framvegis, ekki nógu skýr. Þess vegna ég líka að vinna í því ráðuneytinu að skoða það hvort það þurfi ekki að fara fram á það við löggjafan að þetta verði skýrara í lögum. Vegna þess að ég skammast mín hálfpartinn fyrir það að hafa setið á þingi hérna fyrir rúmu árið þegar þessi umræðu Mosfellsbæinn kom í ljós að það í raun og veru væri ekki lagastoð til þess að standa á móti slíku að þingið skyldi ekki hafa brugðist við. Þannig að það þarf að setja lög til þess að stoppa svona... Þetta byggir auðvitað allt saman á lög og allt mitt starf og starf ráðuneytis sem byggir á lög. Svona lög verið sett? Já, ég að láta skoða þetta, að þetta verði skýrara. En sko svo erum við með sko anga af þessu sem svo að nú allt í einu farið að, eða allt í einu, nú til dæmis samkvæmt Evróputyrkinu og þar klínikin að senda fólk út, það hægt að senda fólk út í aðgerðir eða býður lengi þá hefur það rétt á því að fara út í aðgerðir og nú segir forstjóri Landspítalans að þetta sé mjög vond meðferð á skattfé. Þetta svolítið furðuleg meðferð á skattfé, ég get tekið undir það og við erum auðvitað með kerfi sem búið að vera fjársvelt, bæði lengi og óskipulagt en sérstaklega eftir hrunið og við höfum verið hægt og rólega að byggja upp og núna sérstaklega síðustu árin þá hefur verið sett mikið fé inn í heilbrigðiskerfi sem hefur fyrst og fremst farið í að hækka laun og til þess að hjálpa til við mönnun. En við sjáum það bæði í auknum biðlistum, við sjáum það líka í til dæmis hægari upptöku á nýjum lyfjum heldur en við höfum séð í löndunum í kringum okkur, að við höfum þurft síðustu árin og erum að því áfram að vera í sérstökum átökum til þess að ná í skottið á okkur þegar það kemur að þessu. Við höfum verið að skoða og ég beði landlækni að skoða sérstaklega hvernig við erum að meðhöndla biðlista á Íslandi. Það að segja hvort að þeir séu nógu samhæfðir, hvort það séu nógu örugt, að þeir sem að þurfa virkilega mest á þjónustuna að halda að það sé forgangsraðað á biðlistanum fyrir þá. Og svo erum við auðvitað í stóru núna 3 ára átaki til þess að taka á biðlistum á ákveðnum tegundum aðgerðum. Og það hefur gengið ágætlega að minnka, að lækka biðtíman. Viðmiðið að ná honum innan við 90 daga. Við erum svona hálfnuð þangað og svona erum að vonast til þess að komast þangað á næsta ári. En þetta dálítið svona verkefni sem að klárast ekki eitt fyrir og á sama tíma við erum að vinna í þessu og sama með inntöku lyfjanna. Það þurfum átök, við þurfum alltaf að rjúka til. Við erum í átökum vegna þess að við í raun og veru vegna þess að við sátum eftir. Hræðilegt þegar maður heyrir að fólk fá ekki krabbameinssjúklingar fá ekki lyfin sem að þau bestu lyfin sem eru fáanir. Við náttúrulega viljum ekki hafa það svoleiðis. Já, við erum náttúrulega að taka inn ný lyf og við höfum verið að taka inn meira heldur en við gerðum eftir hrunið, þar sem að var eiginlega allt stoppað. Ný og dýr lyf, að þau eru auðvitað mikilvæg, það ekki alveg örugt að þau séu alltaf best, Þess vegna mikilvægt fyrir Íslendinga að við fylgjum því sem að gerast í öðrum löndum, að við séum að skoða hvernig reynslan af lyfjunum í Evrópu og sérstaklega í Norðurlöndunum og við erum að reyna að vinna með lyfjagreiðslunefnd sem að heldur utan um þessi mál í samvinnu við Landspítalann sem að setur forgangslista að gera þetta jafnari inntöku heldur en hefur verið. Þar sem þetta hefur verið stopp og síðan þegar allt komið í klessu að þá hefur verið rokið til og tekið inn. En við höfum verið að taka inn ný lyf núna síðustu 2-3 árin aftur eftir algjört frost eftir hrunið. Og það bara tekur smá tíma að fara í svona átök eftir
svona áfall, sérstaklega vegna þess að þú þarft að halda öllu apparatinu gangandi líka á sama tíma. Það sama sagan með uppbyggingu á nýjum Landspítala sem náttúrulega lykilatriði í spítalaþjónustunni á Íslandi, að á sama tíma við erum að byggja hann upp, þá verðum við líka að halda upp í spítala sem alltaf að fá meiri og meiri verkefni. Og hluti af því að hjálpa spítalanum með því til dæmis, núna erum við að taka seinna á árinu nýtt sjúkrahótel í gagnið. Við erum að fjölga rýmum fyrir aldraða til þess að þeir komist út af spítalanum og svo framvegis og svo framvegis. Þetta er mjög flókið og skemmtilegt net, gaman að vinna í þessu, sérstaklega þegar maður veit að maður hefur stuðning þjóðarinnar til þess að gera betur. En þetta gerist ekki yfir nótt. Stuðning þjóðarinnar? Já, til þess að gera betur. Ertu, svo annað sem að, og ég var nú eiginlega beðinn að spyrja að þessu, það nú erum við að möndla með kostnaðarþátttöku sjúklinga. Það verið að létta af þeim sem að hafa þyngstu byrðarnar, en það verið að þyngja þeim sem að verða saldnarveikir. Og þetta eiginlega, kerfið gengur út á það að við erum kannski ekki að setja svo mikið nýtt fjármagnandi, við erum bara að breyta svolítið hvernig þetta leggst á. Þetta svona greiðslujöfnunarkerfi, það reynda verið að setja verulega fjármuni líka í kerfið til þess að bæta í. En getum við haft þetta gjaldfrjálst? Auðvitað getum við það. Ættum við það? Getum það, við eigum kannski að stefna því allavega að hafa það mjög mikið lægri kostnaðarþátttöku heldur en í dag. En það kostar verulega peninga og í fjármálaáætluninni þá erum við að setja milljarða í að lækka kostnaðarþátttökuna. Við erum ekki búin að útfæra það umfram greiðsluþátttökukerfi núna. Greiðsluþátttökukerfi nýja að fá milljarð í ár og 1,5 milljarð á næsta ári til þess að lækka kostnaðarþátttökuna. Það var þverpólitísk ákvörðun Alþingis að nota þá peninga fyrst og fremst fyrir barnafjölskyldur, fyrir aldraða og öryrkja. En síðan erum við með meiri fjármuni inn í fjármálaáætlunni til þess að lækka kostnaðarþátttöku og við höfum ekki skilgreint það vegna þess að við viljum fá reynsluna af þessu kerfi. Á að gera það með því að lækka bara almennt, á að gera það með að taka nýja flokka eins og tannlækningar og sálfræðiþjónustu inn, eða á að gera það með því að lækka lyfjakostnaðinn eða jafnvel að samræma heilbrigðis- og lyfjakostnaðinn. En það við viljum lækka kostnaðarþátttökuna. Það kemur fram í stjórnarsáttmála ríkis. Því að það eru heilmikla byrðar sem veikt fólk á Íslandi ber fjárhagslega og það eru, held ég kannski mörg okkar getur saman og þær eru alltaf þungar. Algjörlega, og það er það mjög stórt mál, þetta greiðslujöfnunarkerfi, greiðsluþátttökukerfi sem að taka núna gildi 1. maí, vegna þess að þar vissulega kannski verið að hækka gjaldið þegar ég og þú förum þarna inn eitthvað, en það verið að taka niður gjaldið af til dæmis þeim sem hafa verið að greiða 100.000 vegna krabbameins meðferðar og svo framvegis og jafna kerfið fyrir, eins og ég segi, þá hópa sem að svona kannski mest þurfa að hjálpa að halda, aldraða og öryrkja. Að lokum pólitíkin í þessu, eins og ég segi, þú berði nú mjög mannalega, þú hefur nú verið að fá miklar gussur og til dæmis sá ég nú að Svandís Svavarsdóttir í hjá Vinstri grænum var nú eiginlega bara að bera víurnar í því að koma út úr þessari ríkisstjórn og koma í aðra ríkisstjórn og það er sannlega, ég ímyndi mér að það er þá ríkisstjórn með VG og Framsóknarflokknum og einhverjum slíkum. Er það eitthvað sem það geti freistað þín? Ég kann að segja eins og að fyrir kosningarnar hérna í október að þá var ég nú og Björt Framtíð, við vorum kannski meira að berjast fyrir því hvort að við yrðum áfram til eða ekki. Okkar svona áhersla á frjálslynda umbótapólitík, hún hafði nú kannski ekki beinlínis risið mjög hátt í skoðanakönnunum, en við fengum ágæta kosningu og niðurstaða kosninganna var náttúrulega mjög óljós og eins og þú manst þá var verið að reyna að mynda alls konar ríkisstjórnir í allar áttir. Og ég og minn flokkur, við tókum þá afstöðu að við vildum sína ábyrgð með því að fara í ríkisstjórn og ég er nú ennþá þeirrar skoðunar að þetta sé betri ríkisstjórn heldur en ýmsar aðra sem hafa verið á teikniborðinu eins og hefur nú komið fram í blöðum núna undanfarið að menn hafa verið að skoða. Það hefur komið mér eiginlega mest á óvart miðað við aðdragandann hvað þessi ríkisstjórn vinnur samhent saman, því þetta eru nú ólíkir flokkar og að mörgu leyti ólíkur kúltúr. Ég held að aðdragandan af kosningum og þessi langa stjórnarmyndunartími gerir það verkum að við erum dálítið meðvituð það að enginn að fara einhvern veginn að ráða öllu og gera allt í sinni mynd, heldur þurfum við að vinna á breidd og svona
haga málum svona þannig að sem flestir geti verið sáttir það. Þannig að ég vil nú meina að þessi ríkisstjórn hún eigi heilmikið inni og það sé vilji til þess að gera heilmiklar umbætur. Það frjálslyndur tónn í þessari ríkisstjórn og mér finnst nú bara svona miðað við atganginn, miðað við þá miklu skörpu vinnu sem við þurftum við að skila okkur fjármálaáætlun liggur við bara fyrstu dagana að þá finnst mér bara hafa gengið alveg ágætlega. Þú ert bara ánægður í þessari ríkisstjórn? Já, og veistu það, þegar þú talar að séu margir að hamast í mér og gagnrýna að þá upplifi ég það nú í báðar áttir vegna þess að maður má nú ekki mikið fara út úr húsi heldur á þess að maður fái nú eitthvað jákvætt líka tilbaka. Þó svo að það heyrist nú stundum mjög hátt í einhverju sem hafa vilja sjá púka í hverju horni, þá held ég að það sé nú kannski að hluta til líka vegna þess hvernig pólitíkin nú nú öll upp í loft einhvern veginn og mjög svona margir sem að vilja kannski frekar svona, hvað var að segja, sjá sinn fugl fegurri heldur en annar. Kári Stefánsson vill að þú segir að þér? Já, ég tók eftir því. Kári, hann kann að orða hlutina, skulum við segja. Hann hefur mjög sterkar skoðanir. Við Kári erum sammála margar hluti. Ég ekki sammála í þessu. Ég held að það sé ábyrgðarhluti fyrir stjórnmálamann að vera að starfa og koma að málum þar sem hann hefur tækifæri til og reyna að gera hlutina vel. Ég held að það sé hlutverk stjórnmálamannsins en ekki að draga sig í hlé. Óttar, þakka þér fyrir að koma í þáttinn. Stefán Jónasson hér á eftir. Takk fyrir. Stefán Jónasson ritstjóri Lögbergs Heimskringlu. Það blað sem gefið út í Vesturheimi og mjög merka langa sögu. Hann prestur í söfnuði Unitara, merkilegu söfnuður, og hann hefur reyndar verið virkur í pólitík í Winnipeg í sínum heimabæ, hefur verið í fyrirlestrarferð hérna á Íslandi. Stefán Jónasson, welcome to Silfrið. You are the editor, present editor of Lögberg Heimskringlu. Of course, this is a very venerable institution. It used to be two newspapers, but now it's one, and it dates back to the 19th century. It was the first of the two papers. Heimskringla was founded in 1886, which makes our paper the second oldest Icelandic publication in the world. Yes, and of course, it was a very important venue for at that time, Iceland really had two cities. It was Reykjavik, but then Winnipeg, and even the journalists went back and forth, and the editors and the political personalities. Absolutely. It's interesting to look at the history of both papers. Heimskringla was conservative in Canadian politics, democratic in United States politics, and supported the Home Rule Party here in Iceland. By contrast, Lögberg supported the Liberal Party in Canada, the Republican Party in the United States, and the Independence Party here in Iceland. So the editors reflected the general political ferment of the time. They also weighed in on religion. You know, Heimskringla was Unitarian predominantly, and Lögberg was predominantly Lutheran. Then the papers merged, and they are still living. They merged, they're still living. We try not to be as controversial, so we eschew political topics. We try to do mostly only friendly articles about religion, and to avoid controversy. Sometimes it's unavoidable, but for the most part we try to present a positive face of Iceland and Icelanders in North America. But you are a political person. Absolutely. You've been involved in politics. And you're a Unitarian priest. And the Unitarians, of course, were very much at odds with the Lutherans, the evangelists. Right. I was, I suppose, a risky choice to be the new editor when I was selected a couple of years ago now, 2.5 years ago. I'm the third Unitarian minister to actually serve as editor of one of the papers. But I think there was a little concern that maybe I'd bring too much religion into it, and because my politics leaned distinctly to the left, there was probably also a little concern that I might bring more politics into the paper, and truth be told, I've done both.
You have. Yes, yes. We try to be fair, you know. So you know, I recognize my biases as an editor, and I try to make sure that we cover the religious communities fairly, that we cover political life fairly. But for a very long period of time, the paper was so afraid of controversy that we actually weren't covering important aspects of the Icelandic community, either here or in North America. And it struck me that it was important for us to actually deal with the whole of Icelandic life and not just a piece of it. And that means a little religion, a little politics, and other controversial topics. Why were they these religious debates so heated? You can even talk about, in some communities, almost religious wars, when people didn't want to be buried in the same cemeteries as their opponents from the other side. And in Gimli, the cemeteries were side by side, and there was a barbed wire fence in between them until the 1940s, when some radical students decided to tear the fence down. You know, in those early years, there was a sense in which the church was the only distinctive Icelandic organization among the Icelandic immigrants. And I think there was a real fear that if they allowed the church to be divided into two, that in fact the community would divide into two. That didn't happen, but they couldn't know when the controversies were beginning. But tell me, you have been giving these lectures about Icelanders and the Canadian mosaic. Yes. Mosaic, it's a very important term in Canada. Absolutely. The United States is characterized as a melting pot. And so their whole idea of welcoming immigrants is to eventually melt them down into Americans and to kind of embrace a common sense of national identity. In Canada, we've opted for the metaphor of the mosaic, that people can come from various places in the world, settle in Canada, and yet maintain their ancestral identities and maintain a variety of cultures, that a land as large as Canada is a land that's big enough to have more than one culture thrive within it. And part of that, I think, is grounded in the fact that Canada itself in the beginning brought together the British colonies and the French colony of Quebec. Yeah. So we were bilingual from the beginning. Sadly, we ignored the indigenous people for too long, but eventually we came to understand that they were also a part of that multicultural mosaic. But so Canada is really the multicultural country in the world? I think so. If you were to think of any country in the world that was a kind of a miniature of the United Nations, I believe that Canada would be that country. And you have the Charter of the Canadian Charter of Human Rights. Charter of Rights and Freedoms. Rights and Freedom, which was written by, well, Trudeau's government in, That's right. in the 70s, right? The first Trudeau. Yeah, the first Trudeau. Is that an important document? It's become vitally important. I think that when it was first crafted, you know, it was enacted in 1982. When it was first crafted, I don't think we fully understood how important a document that it was going to become. But it has in the intervening years become a cherished part of our history, and it's truly a defining document. Well, Canada has a very good image as, well, the leader of the free world now. We hear that more and more. Yeah. We compete with Angela Merkel's Germany today, I think, for the title. But certainly as a country that still argues in favor of international trade that's largely unfettered, Canada has occupied that role as a country that's welcoming to refugees and understands that we have a responsibility to welcome the stranger. I think Canada has become a leader in that regard, so that we maintain a set of liberal values that we thought other countries were once the most cherished defenders of that. And I think increasingly it's becoming apparent that Canada has become one of the leading defenders of liberal values. How do Canadians feel, well, looking over the border to the U.S.? You live just one hour from Yes. the U.S., really. We live 1 hour from the U.S. and in Winnipeg from a huge assembly of United States anti-ballistic missiles that are situated in North Dakota. I think we have, in Canada, become more fearful
of the United States than we have in the past, and we worry about the direction that the United States is taking under its current administration. Yes. Can you elaborate on that a bit? Can I elaborate? The current administration, to me, and I'm speaking personally here, not on behalf of all Icelanders in North America, but the current administration in the United States just feels more unhinged than previous administrations have been. You know, when the Republicans were in power under the two Bushes or under Ronald Reagan, we knew that there was a certain ideology that was driving the direction of government, but it was still within the normal range of Western liberal democracies. When the Democrats were in power, for many of us on the left, even they weren't quite satisfactory, but we knew that they had a certain ideology that guided the direction of their affairs. And again, it was within the broad consensus of the liberal democracies. I don't perceive that there is a clear ideology that governs the current administration other than bravado on the one hand, and the desire to allow wealthy people to claim even a greater share of the nation's wealth than in the past. So there is just a kind of, it feels to me like a certain recklessness and unpredictability about the current administration. Stefan, maybe we should connect closer to Canada here in Iceland. Do you think so? That we can Absolutely. have closer ties? Absolutely. I'll tell you, one of the things that breaks my heart is when I hear some of the politicians in this country who can occasionally be a little dismissive of closer ties with Canada. So, you know, when discussions about whether or not the kroner should be tied to the Canadian dollar came up, politicians on both the left and the right scoffed at the idea. And yet our economies are remarkably similar in terms of their resource base. And Iceland could do worse than to tie its currency to the Canadian dollar. Now, I don't know whether it's a good idea or not. What I do know is that the Canadian dollar might be as valuable to Iceland as the euro, or tying to the British pound or the US dollar. And so occasionally when I hear politicians scoff, you know, it hurts a little bit. I think that Canada could have a much greater role in Iceland's air defense. Here we are, you know, we're your nearest North American neighbor, if we discount the Danes in Greenland. We're your nearest North American neighbor, and in many ways it would be natural, it seems to me, for Canada to take a leading role in the air defense of Iceland, rather than the sort of ad hoc structure that you have now. And there are ties really in every province, you know, business ties between Iceland and Canada, and I do think they could be stronger. And of course, naturally, cultural ties could be much stronger. Stefan Jónasson, thank you for coming to the program. It's been wonderful to be here and to see you again. Thank you.